Við byrjum svo að þetta er 623. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sem haldinn er með rafrænum hætti þriðjudaginn 4. janúar 2022 klukkan 17 er hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Rekki, Jóhann Friðrik Friðriksson, Gunnar Þórarinsson, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sanders, Styrmir Gauti Fjellsteð og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Forseti vill byrja á því að óska bæjarfulltrúum gleðilegs árs, nýs árs og þakka fyrir ánægjulegt samstarf á liðnu ári. Þó að viðfangsefnin hafi oft á tíðum verið önnur en ætlað var, er ekki annað hægt að segja en að betur hafi gengið en áætlanir hafi gert ráð fyrir. En ágætu bæjarfulltrúar, það er einungis eitt mál á dagskrá fundarins og því má ætla að þessi fundur verði í styttra lagi, en er að ræða fundargerð bæjarráðs frá 23. og 30. desember síðastliðinn. Aðrar nefndir en bæjarráð funda yfirleitt ekki í kringum hátíðarnar nema brýna nauðsyn beri til. Ég vil því gefa orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 23. og 30. desember síðastliðinn. Orðið laust. Þarna komið tvær hendur á loft. Bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson er að greina sjónarmið á undan. Gerðu svo vel. Það er allt í lagi. Ég er alveg tilbúinn að vera bara á eftir þegar aðrir hafa talað. Bæjarstjóri, þú hefur orðið. Já, ég skal bara vera á eftir þannig að aðrir hafa talað af því ég er með þannig mál, þannig að kannski bara menn. Takk fyrir það. Og þá er það Margrét Sanders, gerðu svo vel. Já, takk fyrir það og gleðilegt ár allt saman. Bæjarfulltrúar og góðir gestir. Mig langar að nefna varðandi þróunarreitin að það er á báðum bæjarráðsfundunum sem koma fram. Ég sat ekki þá fundi, var fjarverandi í útlöndum. En þetta eru athyglisverðar hugmyndir varðandi þróunarreitina og þróunarreitin og alveg til fyrirmyndar og vil ég þakka þeim sem tóku þátt í þessu bara innanlega fyrir. En það sem brennur kannski á mér, það er það að það er lagt til að það sé tekið tilboð í Reykjanes Investment og það er samþykkt í bæjarráði og verður þá staðfest hér og þeir sem sátu í bæjarráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins voru sammála því og þarna, en við viljum bara ítreka Sjálfstæðismenn að þegar að okkar fulltrúar fóru yfir þetta, þá var horft til þess sem kom fram í auglýsingunni. Það var ekki verið að horfa til þessa frábæru hugmynda sem koma út fyrir þróunarreitin, sem er með stórt mál og mikilvægt að það komi fram og ég hefði allan að vilja sjá það í fundargerðinni, að það sé algjörlega á hreinu. Annað mál sem okkur langar til að nefna, að það tengist Tjarnargötunni, sem er þarna stjórnarfundur Tjarnargötu, bara aðeins ábending og að nefna að fyrirspurn frá okkur Sjálfstæðismönnum. Það er hvort að það sé ekki ástæða til að bjóða, hvort að við megum hreinlega hefja viðræður við YES arkitekta án þess að bjóða þetta út. Þetta er það mikil vinna og há upphæð að við viljum bara vera innan ramma laganna varðandi það og regluna varðandi útboð, opinber útboð. Þannig að áður en það sé gengið frá þessu að það sé kannað sérstaklega.
En að lokum að þá er áhugavert að skoða erindi þar sem að íbúar sem eru eru nálægt fiskvinnslunni við Bolafót, þar sem að maður kannast við mikið af þessu fólki og ég veit að það þarf ansi mikið að ganga á til þess að þolinmæði þess hefur þrotið, að þá er mjög mikilvægt að það komi fram að það er verið að leita allra leiða og fulltrúi okkar sem að hefur verið hjá heilbrigðiseftirlitinu, að hefur einmitt rætt það að þetta hefur mikið verið rætt þar og það er mikill vilji hjá öllum að lagfæra þetta, þannig að það sé tekið fram. En að öðru leyti þá bara ég góð á nýju ári og bara hlakka til að vinna með ykkur á þessu áhugaverða ári 2022 og án COVID. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Gleðilegt nýtt ár til ykkur allra. Mér langar kannski að nefna hérna nokkur atriði. Fyrst vil ég nefna það sem bæjarfulltrúi Margrét var að nefna hérna áðan tjáningu 12. Það er alveg ljóst að það sem gert verður í þessu dæmi sem klára hönnuna, að það á að vera langt undir viðmiðunum. Nú ef ekki þá þurfum við að bjóða það út, en það er gert ráð fyrir því að það sé langt undir þeim tölum sem að jafnaði notuð til viðmiðunar. Bara það svo það komi fram, það var horft til þess. Mér langar að nefna hérna í fundargerð 23.12. á Þorláksmessu, þá var Myllubakkaskóli til umræðu hjá okkur og þar fylgja fundargerðir starfshópsins sem skipaður var fyrir ekki svo löngu síðan, fjórar fundargerðir og einnig var skýrsla Eflu kynnt og helstu niðurstöður. Ég vildi bara geta þess hérna að á þessu fundi var óskað eftir heimild bæjarráðs að vinnuhópurinn fengi heimild til að hefja þá vinnu sem nauðsynleg væri til að hraða verkefnum, flýta verkefnum og til að mynda að ráða verkefnastjóra, hefja skoðun á þökum og fleiri verkþáttum sem við þurfum að kanna betur áður en að við getum farið að bjóða út verkin. Og það var samþykkt í bæjarráði og er ég mjög ánægður með það og leið vil ég segja frá því að þegar eru byrjuð vinna við endurreisn skólans eða enduruppbyggingu skólans á flegi ferð og verða margir kallaðir til arkitektar, verkfræðistofur og fleira sem munu vinna með okkur í þessu og fljótlega verður send ný skýrsla til bæjarráðs stöðuna og hvað framhaldi verður. En ég þakka öllum sem hafa komið að þessu, sérstaklega Tryggva Bragasyni, deildarstjóra sem hefur staðið sig mjög vel að setja þetta allt í gang. Það er mikill vilji og jákvæðni að gera þetta allt sem best. Síðan langar mig frá þessum sama fundi var fundargerð frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga lögð fram og í þeirri fundargerð kom fram ítrekun til Alþingis og ríkisstjórnar að Alþingi tæki nú tillit til starfshópsins sem skipaður var hérna fyrir 1,5 ári síðan til þess að meta áhrifin á Suðurnesin, COVID-áhrifin og af hverju fjármagn fylgdi ekki fjölda. Það er ályktun sem var lögð fram á fundinu SSS og það kemur líka fram að ekki er hægt að sjá að fjárlög 2022 taki tillit til tillagna starfshópsins. Mér finnst þetta mjög dapurt að við sjáum ekki betri viðbrögð eftir að þingmenn komu hingað og fulltrúar ríkisstjórnarinnar komu til okkar og ræddu við okkur þessa málaflokka og sorglega til þess að vita til þess að þetta skulle ekki vera komið inn í fjárhagsáætlun. Ég hef rætt við marga þingmenn, bæði þá sem eru hér í bæjarstjórn sem og gamla þingmenn sem voru í þessu með okkur og óska eftir að þeir tækju upp á þinginu en það var nú kannski dálítið seint sem það gerðist þannig að það var ekki mikil umræða þetta. En þetta er mjög dapurt að ríkið og ráðuneytin skipuðu starfshóp
og niðurstöðan síðan alls ekki í samræmi við þær hugmyndir sem þar komu fram. Að einhverju leyti, svo sanngirni sé höfð, sé viðhöfð, að þá hefur aðeins verið bætt í á nokkrum stöðum, eins og lögreglumálin, en allt sem þarna var rætt erum við langt á eftir. Þannig að ég sendi skýrslu starfshópsins til þingmanna og það voru 4 þingmenn sem höfðu samband við mig og ég met það, en betur má duga skal. Ég vildi bara nefna þetta hérna svona fyrir okkur, af því við vorum öll að berast í þessu máli á síðasta ári. Síðan langar maður á fundinu 30. desember. Það varðandi Tjarnargötuna. Ég var nú kannski búinn að svara því sem ég ætlaði að segja þar, en öll næstu skref verða tekin inn í bæjarráð og metið hvað við ætlum að bjóða út og svo ég fá nú ekki endurtaka mig, en takk í bili. Takk fyrir. Takk fyrir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk kærlega. Gleðilegt ár og kæru bæjarfulltrúar og góði gestir. Mig langar að nefna hérna frá fundargerð frá 23. des, mál númer 6, sem tillaga til þingsályktunar rannsóknir á nýgengni krabbameinum á Suðurnesjum. Og þarna bara ánægjulegt að sjá alla þingmenn á Suðurnesjum sameina sína tillögu, og eins og því bæjarfulltrúar munið eftir þá óskaði lýðheilsuráð eftir því í fyrra vorið að fá kynningu á hvernig hafi verið staðið að hreinsun á svæðinu á Suðurnesjum í Reykjanesbæ eftir að herinn fór, og við fengum góða kynningu frá, mig minnir að það verið verkfræðistofan Verkís, komu 2 verkfræðingar sem kynntu fyrir bæjarstjórnina skýrslu sem var gerð í samstarfi við þróunarfélagið Katagó og fóru yfir hvernig svæðið var allt hreinsað. Það í rauninni, við óskuðum eftir þessu eftir að fleiri fréttir fóru að berast af, bæði hjá körlum og konum, og oftar væru við að greinast með krabbamein heldur en aðrir á landinu, og íbúar voru svona að velta fyrir sig hvort að mögulega væri eitthvað í umhverfinu sem væri að hafa áhrif á þennan sjúkdóm. Þannig að þess vegna óskuðum við eftir þessu, og það nú hálft ár síðan. Þannig að við höfum verið í lýðheilsuráði, ég aðalmaður í lýðheilsuráði ásamt fleirum hér í bæjarstjórn, og við höfum verið að vinna með fleirum að þessu í haust og ætlum að fá betri upplýsingar, en það virkilega ánægjulegt. Ég bara fagna því að þingmennirnir séu að koma með þessa tillögu, því að það ekki nóg fyrir okkur í lýðheilsuráði og okkur í bæjarstjórn að fá lýðheilsuvísa frá embætti landlæknis einu sinni á ári sem kom alltaf út í júní, en þar koma fram svona ýmsar breytur sem að í rauninni benda til þess að sé áhætta fyrir krabbameini, en það ekki nóg að sýna fram á 1, 2, 3 ár. Þá við þurfum að taka algjörlega rannsóknaði hvers vegna bæði konur og kallar oftar að greinast með krabbamein á Suðurnesjum heldur en aðrir á landinu. Ég vil bara fagna þessu og vona svo sannarlega að við getum farið að vinna betur að þessum þáttum, og einnig að setja þá kraft í aðgerðir sem að sýna fram á það hvers vegna fólk að veikjast af þessum sjúkdómi hér, og eins og allir þekkja, allar aðgerðir sem að voru farnar í hér vegna sjúkdómsins COVID og eru ennþá í gangi, þá þurfum við að efla forvarnir miklu meira gagnvart öðrum sjúkdómum. Við getum ekki bara horft á eina veiru, við þurfum að fara að horfa á krabbamein, við þurfum að fara að horfa á hjarta- og æðasjúkdóma og margt fleira, og taka þetta föstum tökum. Ég vona að þetta ítið alltaf við því og við setjum jafn mikinn kraft eins og við höfum gert núna á þessu og síðasta ári í forvarnir. Takk. Takk fyrir þetta, Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gaman að sjá ykkur og gleðilegt ár. Ég ætlaði einmitt líka að fylgja Önnu Sigríði eftir þessu frábæra máli og vil ég bara þakka forseta bæjarstjórnar ásamt Jóhanni Friðriki, strákunum okkar, að taka þetta upp ásamt fleiri þingmönnum, og bara vakti það ánægju mína hvað margir tóku undir þetta, út af því að
Við höfum séð þessar tölur háar hjá okkur og vil ég bara taka undir bara mjög fínt erindi hjá Önnu Sigríði, bæjarfulltrúa. Það að við séum að skáka höfuðborgarsvæðinu í nýgengi krabbameins segir okkur að það eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Það alveg augljóst. Þannig að ég vil fagna þessari tillögu og ég vona að það verði vel tekið undir hana og þessar rannsóknir verði fjármagnar til fullnustu og svæðið okkar skoðað með tilliti til umhverfisþátta og þá kemur það helst inn flugvöllurinn okkar í núverandi og fyrrverandi mynd ásamt fleiri þáttum. Og það ofboðslega mikilvægt að við tökum inn forvarnir á fólkinu okkar, fyrir fólkið okkar og eins og Anna Sigríður kom inn á varðandi fleiri þætti. Við sjáum að sykursýki að tugfaldast í nýgengi líka. Þannig að við þurfum að taka þessum föstu tökum. Þannig að ég ætla ekkert að orðlengja þetta. Ég vil bara koma þakklæti mínu til skila og vænti þess að þessu máli verði fylgt eftir í takt við fjármálin sem að fyrrverandi starfshópur hefur farið yfir og ekki skilað sér. Þá ætla ég að vona að þetta gangi eftir. Ég ætla ekki að halda niður í mér andanum en ég ætla að vona mitt besta og bara áfram þingmenn og Suðurnesjum. Ég er þvílíkt hamingjusöm með þetta. Bara takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunni Birna. Þá það bæjarstjóri Kjartan Már Geirsson. Já, takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gleðilegt ár og takk fyrir það liðna. Ég var búinn að ámálga það við forseta að fá leyfi til þess að bera fram tillögu undir þessu lið bæjarráðs eins og stundum gert og hún tengist ekki beint einhverju einu ákveðnu máli í fundargerð bæjarráðs en tillagan lýtur að því að á vorin og haustin þá hittum við ungmennaráð Reykjanesbæjar á fundum sem alla jafna eru mjög bæði fróðlegir og ánægjulegir og gott samtal sem við eigum. Við áttum svona fund núna síðast í nóvember. Þessi fundir eru á vorin og haustin. Við áttum svona fund núna síðast í nóvember við þau ungmenni sem nú skipa ungmennaráð. Þau fluttu þar margar góðar ræður ýmis mál sem að þeim liggur á hjarta að ræða og í kjölfarið þá fór ég til fundar við þau af því að þau voru mörg sem töluðu, það gafst minni tími en ofta áður til þess að útskýra og ræða málin á fundunum. Og ég fór því til fundar við þau nokkrum dögum síðar og áttu við þau gott samtal. Og þessi tillaga sem ég ætla að lesa upp núna og greinargerð hún byggir í raun á þessu tvennu, það er að segja þessum fundi með ungmennaráðinu og svo þessu samtali sem við áttum eftir á. Og ef ég má forseti deila skjali með ykkur. Fyrst að við erum á svona fjarfundi. Ég ætla að stækka það aðeins. Þá þess að tillagan sú. Hún tillaga lögð fram á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar þann 4. janúar 2022. Tillaga. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að bjóða ungmennaráði Reykjanesbæjar að tilnefna áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á fundi nefnda og ráða sveitarfélagsins annarra en barnaverndarnefndar. Tilraun verði að ræða sem hefjist nú þegar og standi til loka yfirstandandi kjörtímabils. Framhaldi verði ákveðið af nýrri bæjarstjórn sem tekur við eftir sveitarstjórnarkosningar í vor í samráði við ungmennaráð þar með talið hvort greiða skuli fyrir nefndasetuna. Verði það niðurstaðan þarf að uppfæra erindisbréf nefnda og ráða. Og þessu fylgir greinargerð sem ég ætla að lesa með leyfi forseta upp. Ungmennaráð Reykjanesbæjar hefur nú margra ára skeið fundað tvisvar á ári með bæjarstjórn á vorin og haustin. Síðasti fundur ungmennaráðs og bæjarstjórnar fór fram þann 16. nóvember síðastliðinn. Á þeim fundi fluttu 9 ungmenni kjarnmiklar, áhugaverðar og vel undirbúnar ræður ýmis mál. Kjölfarið átti undirritar óformlegan fund með ungmennaráði mánudaginn 29. nóvember síðastliðinn þar sem gafst tækifæri til að ræða málin frekar. Á þeim fundi kom fram áhugi ungmennaráðs á að fá tækifæri til að kynnast viðfangsefnum sveitarfélagsins betur
og leggja sín lóð á vogarskálarnar með þessum hætti. Það í samræmi við áherslu aukin notendasamráð sem meðal annars má finna í lögum félagsþjónustu og málefni fatlaðra, en einnig í samræmi við 12. og 13. greinar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem nú verið að innleiða í stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Í þessu samhengi má einnig nefna þingsályktunartillögu Ásmundar Einars Daðasonar stefnu barnvænt Ísland, markvissa innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var á Alþingi 10. júní síðastliðinn. Með stefnunni verður innleitt verklag og ferlar sem tryggja jafnræði og markvissa þátttöku barna og ungmenna innan stjórnsýslunnar, samstarf milli opinberra aðila með velferð barna að leiðarljósi aukið, ásamt því að tryggja markvisst verklag við hagsmunamat út frá réttindum barna og velferð barna auk heildstæðrar framkvæmdar réttinda barna. Mikilvægt að ungmennaráði Reykjanesbæjar verði boðið að tilnefna áheyrnarfulltrúa og fundi nefnda og ráða sveitarfélagsins í ljósi þess hlutverks sem ungmennaráðsmeðlimir gegna. Í handbók ungmennaráða sveitarfélaganna eru listuð upp helstu hlutverk ungmennaráðsmeðlima og eru þau eftirfarandi: vera fulltrúi og málsvari ungmenna í sveitarfélaginu, stuðla að virkri þátttöku ungs fólks í sveitarfélaginu, vera ráðgefandi fyrir sveitarfélagið verkefni og málefni þess, sitja í nefndum sveitarfélaganna sem fulltrúi ungmenna, sækja markvisst skoðanir annarra ungmenna, gefa ungmennum vettvang til að koma skoðunum sínum á framfæri, vekja athygli á ungmennaráðinu og kynna það fyrir fólki í samfélaginu, halda viðburði sem kemur ungu fólki saman. Í þessu samhengi má nefna að ungmennaráðsmeðlimir eru fulltrúar og málsvarar fyrir gríðarlega stóran hóp íbúa sveitarfélagsins. Síðan tók ég inn líka þessar 12. og 13. greina barnasáttmálans, bara til glöggunar fyrir bæjarfulltrúa. En í 12. grein segir börn eiga rétt á því að tjá sig frjálslega öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra. Fullorðnir eiga að hlusta og taka mark á þeim. Í 13. grein segir börn eiga rétt á því að deila skoðunum sínum, vitneskju og hvernig þeim líður með öðrum með því að tala, teikna eða tjá sig á annan hátt svo lengi sem það hefur ekki skaðleg áhrif á annað fólk. Og undir þetta ritar Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri 4. janúar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Þá komin hér fram tillaga sem við þurfum að afgreiða með einhverjum hætti. En fyrst vill forseti gefa orðið laust tillöguna. Baldur Guðmundsson. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, gleðilegt ár. Það var ekki þannig að það væri svo lítið efni á þessum fundi að við værum að kalla eftir meira efni. Ég ætla að gera athugasemd við þessa stjórnsýslu að það skuli koma tillaga sem þarf að taka afstöðu til að einhverju ígrunduðu máli nokkrum klukkutími fyrir bæjarstjórn. Ég skil ekki alveg asann í málinu, af hverju það hefði ekki mátt taka þessa tillögu inn í bæjarráð til umræðu þar og síðan til staðfestingar í bæjarstjórn. Það þykir mjög óþægilegt að ég hef ekki haft einn einasta tíma til að kynna mér þetta mál sem var lagt fyrir á mínu vinnutíma. Og vissulega margt gott í þessu, ég ætla ekki að fara að taka málið niður sem slíkt. Heldur hvernig þetta borið á borð. Það eru alls konar álitamál í þessu. Þetta snertir líka bæjarmálasamþykktirnar, hvernig við tökum fólk þarna inn og ég ætla að reyna að tjá mig sem minnst þetta efnislega, ekki að fara í það
Ég myndi, ef að það heyrði eitthvað ávæning að því að það væri hugsanlega lausn að vísa þessu bara fyrirlega í bæjarráð. Þannig allavega ég er búinn að koma því á framfæri að mér finnst þessi stjórnsýsla svolítið söpuleg. Takk. Takk fyrir þetta, Baldur. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú bara að hrósa þessari tillögu. Þetta er svona í þeim anda sem við höfum séð á undanförnum árum og er kannski þróun í þessu samráði bæjarfulltrúa og ungmennaráðs. Og ég er mjög hrifinn af þessu en skil vangaveltur Baldurs og ég myndi þá bara leggja til að við vísum þessu í bæjarráð. En tillagan finnst mér alveg til fyrirmyndar og mun styðja hana. Takk. Takk fyrir. Guðmundsdóttir Geirsvöld. Já, kæri forseti, ég vil bara koma inn að tillagan er fín og hún er mjög góð að virkja þátt ungmennaráðs í samfélaginu okkar frekar en að hitta okkur 2 ára á ári. Það eru meiri þátttakendur í því sem við erum að gera og því sem við erum að skoða hverju sinni. Þannig að mér finnst tillagan mjög fín og hún er á vel við innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Mér finnst ekki það því að við tökum upp að vísa þessu í bæjarráð til frekari skoðunar en mér finnst tillagan mjög góð og fagna auknum þætti ungmenna í samfélaginu okkar. Takk. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls undir þessum lið. Það hafa komið þá fram hér raddir að tillagan verði tekið til frekari skoðunar og forseti gerir ekki ágreining það og leggur til að þessari tillögu verði vísað til bæjarráðs og óska eftir að við greiðum atkvæði það núna. Þeir sem samþykkt geta að vísa tillögum til bæjarráðs er beðin að gefa merki. Ég held að Gunnar hafi verið að reyna að tjá sig. Ég styð það að þetta fari í bæjarráð. Já, takk fyrir það. Þá er það samþykkt með 11 atkvæðum að tillögunni verið vísað til bæjarráðs. Þá held ég að við séum komin að svona nokkurn veginn á leiðarenda í dag. Mér langar samt sem áður aðeins að fá að tjá mig og kannski fyrst að benda á að því að hér var að verið að hrósa þingmanni fyrir þingsályktunartillögu að skoða verði nýgengi krabbameins hér á Suðurnesjum, bara vekja athygli á því að það er að frumkvæði Birgis Þórarinssonar sem að þetta er á dagskrá og var á dagskrá og er andurvakið og við að sjálfsögðu tökum undir þessa tillögu og styðjum hana eins og okkur er frekast um. Þannig að það sé bara því sé haldið til það haga að þetta mál var setta fram á hálfu Birgis Þórarinssonar. Varðandi fjárlög Alþingis að öðru leyti kannski langaði mig til að því að það felst auðvitað í því ákveðin gagnrýni þessari ályktun sem kom og Friðjón bæjarfulltrúi hefur verið að deila meðal annars á samfélagsmiðlum að þetta verður okkur rennur blóð til skyldunar að sjálfsögðu þingmönnum svæðisins að reyna að vinna að þessu máli til framtíðar. Það gafst frekar lítill tími til þess núna vegna þess að fjárlög komu mjög seint fram. Þingið hafði í raun og veru 3 vikur til að afgreiða fjárlög upp á 1100 milljarða, þannig að og erfitt að grauta sig í gegnum það. Ég fékk sæti sem áheyrnarfulltrúi inn í fjárlaganefndinni og var þáttakandi aðeins í vinnunni en því miður var ég einn af þeim sem veiktist af COVID og var settur í einangrun og náði ekki að fylgja þeirri vinnu eftir til enda en þetta verður auðvitað bara viðfangsefni okkar næsta kjörtímabil að sjá til þess að
Suðurnesin og Suðurlandið allt bara sitji við sama borð aðrir landshlutar þegar kemur að því að útdeila fjármagni frá ríkinu inn á landshlutana. Þannig að við munum alveg örugglega sameinast að sjá til þess að það verði gert. Með hvaða hætti veit ég ekkert alveg, við erum sum í minnihluta og aðrir í meirihluta en ég held að við séum öll sammála það að við þurfum að styrkja þetta svæði og að þeir fjármuni sem að svæðið á að sjálfsögðu rétt á komi til hingað inn á svæðið. Að því sögðu hef ég ekki meira málin að segja núna en ég vil bara þakka fyrir fundinn og það ekkert annað sem að við höfum að gera en að ganga frá fundargerð sem að við munum síðan samþykkja rafrænt og ég segi því 623. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið. Forseta var þá í messunni við atkvæðagreiðsluna tillögu bæjarstjóra að við þurfum að sjálfsögðu að afgreiða bæjarráðsfundargerðirnar áður en að fundi slitið. Einhver var búinn að yfirgefa fundinn og kemur vonandi hér inn að vörmu spori. Magnús, þú varst í mynd. Hann myndarlegur, það allt í lagi. Já, hann svo sannarlega myndarlegur og efnilegur. Já, þú átt eitthvað í honum það? Já, ég verð að segja það. Það ekki upptæki í gangi hjá okkur núna? Nei. Þess að sagði þetta nú á þess að setja mute. Þá erum við öll komin hér inn á fund aftur og bæjarfulltrúar. Forseti biðst velvirðingar á því að hafa staðið svona málum en þá ekkert annað að gera en að greiða atkvæði þessar tvær fundargerðir sem að fyrir lágu. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar beðin að gefa merki. Þá það komið Gunnar Þórarinsson. Ég samþykki þetta. Takk fyrir það. Þá það komið ágætu bæjarfulltrúar og þá getur forseti slitið fundinum öðru sinni.